Míla flytur þér þessa dagskrá. Míla, lífæð samskipta. Hérna mætast Akureyri og Stjarnan, eða Stjarnan Akureyri eins og er raðað upp hérna á töflunni. Já. Akureyri getur með sigri komið sér í úrslitaleikinn og með jafntefli reyndar komið sér í úrslitaleikinn en Stjarnan þarf að vinna held ég með 12 mörkum til að segja möguleika. Já, maður veit aldrei hvað gerist en Nei. Svona allar líkur á því að Akureyri mun spila við FH í úrslitum á morgun klukkan 8. Já, við reiknum með því. En ef að Stjarnan vinnur leikinn með minni en þessu 12 þá fer Selfoss í úrslit. Já, þá fer Selfoss í úrslit. Eftir virkilega góðan leik á móti Akureyri mitt í gær sem við töpuðum einu marki. Já, en við getum ekki sagt að vinnur okkar í Stjörnunni hafi verið samfarið til fyrsta leiknum á móti Selfossi. Þar sem þeir töpuðu með 7 mörkum, 31-24. Leikmenn að gera sig klára í leikinn, ennur mættir dómarar sem við vitum ekki hvað heitir eða hvað? Ég hef oft séð þá, ég man ekki hvað heita. Basti, hvað heita þér? Brynjar og Vilbergur. Ég hef nokkuð séð þá, ég hef dæmt lengi. Í 17 Já, erum að dæma 17 ár. Segir Basti og ekki lýgur hann. Nei. Hann man nákvæmlega hvaða leik dæmdu fyrst. Gott ef hann hefði ekki spilað hann þessi ljósari eða þessi litla ljósa hára hann í IH. Það passar. Já, alveg rétt. Hann á tvíburabróður líka. Já, hann er sérstakari fyrir vikið. Já. Leikurinn hafinn. Akureyri smygla sér í 31 til að byrja með. Ekki miklu að trúa að þeir spila mikið 31 vetur. Nei. Þeir hafa einfallega ekki lið í það. Spurning hvort það hendi þeim vel á móti þessu liði. Já, kannski ágætt að prófa það núna, sjá hvernig þetta gengur og getur kannski gripið til þess í vetur ef á þarf að halda. Til þess er þetta mót. Já, akkurat. Og þessi leikir. Já. Þykir að sjá fram. Já, ég tek eftir því að Vilhjálmur Halldórsson, leikmaður Stjörnunnar, er ekki hérna. Nei, vinstri skiptin er Eyþór Magnússon. Já, Will er ekki heldur á bekknum. Nei, hann er ekki á... Og Kristján Svan skora fyrsta mark leiksins. Þetta er 43,20 sekúndur. Já, það getur þó ekki verið að Willi sem meiddur. Það kæmi óvart. En við sjáum á Róland sem var ekki með í fyrsta leiknum á móti Selfossi. Já, hann er mættur í markið. Hann er komin í markið og munar minna. Já, munar gríðarlega miklu. Hann þarf svolítið að sanna sig upp á nýtt, finnst mér. Hann var lengi meiddur og... Alveg sammála því. Hann var bara, þú veist, að koma sér í gang. Ef Stjarnan ætlar að vera í halinn stig í vetur, þá verður hann að eiga marga stórleiki. Já, mjög marga. Stjarnan er það með ungt lið og... Ef einhver getur það, þá er það hann. Já. Ég ætla að segja með Stjörnuna, Stjarnan er með ungt lið. Og ég er mjög hrifinn af því að þeir ætla bara að gefa ungum strákunum bara séns. Byggja bara ungum strákum og þetta tekur alltaf tíma. Þú getur bent fólki að fylgjast með Jóni Arnari Jónssoni hérna á miðjunni með 37. Gríðarlega góður í fyrsta leiknum og langbestur í liði Stjörnunar. Já. Og ég held áfram með Stjörnudæmi það eru það ungi strákar og Patti sagði mér að þeir ætla bara að vera þolinmóðir, leyfa að spila og leyfa að fá reynslu. Hárrétt ákvörðun. Dugurinn til þess að halda sæti sem deildinni, það kemur í ljós. Já. Já, vel varið. Hafþór heldur áfram frá því í gær að loka markinu. Hann var eitthvað 24 skot í gær. Já, 23 að ekki. Já. Þá er ég að vera búinn að skrifa upp skýrsluna. Já. Þú var að velta því fyrir okkur hverjir inn á öllina. Já. Það er Eyþór Magnússon í vinstri skiptinu, Jón Arnar Jónsson á miðjunni hjá Stjörnunni þar að segja og það er Gunnar Gylfason sem er í hægri skiptinu. Þannig Jón Arnar með skot yfir. Akureyringar sækja hratt fram. Heimir Örn þarna, Jónatan á miðjunni og leysir hann inn en Árni Sigtrússon hérna, Geir Guðmundsson í hægra horninu, hann skoraði fyrsta mark Akureyrar á hann. Jónatan þarf svolítið að stíga upp, hann var slakur í gær. Já, hann þarf að stíga upp, sammála því. Virkaði ferlega þungur. Já, sé með þreyttur eitthvað laus. Það er ekki gott að segja, maður veit ekkert hvað er búið að vera að gerast í sumar og þetta velur hann sé að stíga upp á meiðslum eða eitthvað, maður veit ekki. Það er alls óvíst að hann hafi verið í veiði eins og Valdimar
Það er þarna að skora Geir aftur. En svo Vilhjálmur segir 1-2 og Geir. haha, 1-2 og Geir. 1-2 og Geir. Tvö 1 fyrir Akureyri. Það er tæplega 4 mínútna leik. Eyþór sækir á Árna en kemst ekki langt. Gunnar Gylfason kastar hérna boltanum út af vellinum. Þannig að Akureyringar freista þess að koma í seinni bylgjuna hérna í hraðaflöpinu. Það enda með markið Já, Róland er búinn að vera í boltanum í öllu sem skiptir sem boltanum hefur verið netið. Það dugar ekki. Brynjar Hreinsson með þetta mark. Spilaði ekki mikið í horninu í gær. Nei. Spilaði nokkuð í gær? Eitthvað pingulítið held ég manna ekki. Held ekki. Ég spilaði aðeins með þessu strák. Já. Örku leikmaður. Eyþór. Já, vel gert. Vel gert þarna hjá Sigurður Torfa Helgasyni. Vel hlaupið tilbaka. Sýndi þetta mikinn dugnað. Það er horninu á Jón Arnar. Það er ekki gott. Já, fríkast og Stilla Stjörnum upp. Kemur eitthvað leikveri. Eyþór kemur á vörðuna. Nei, þetta er ráðleysislegt. Þess maður geta Eyþór hérna númer 13 eða ekki. Jú. Hann er sonur Magnúsar Sigurðssonar sem lék með Stjörnunni í mörg ár. Í góðan orðstíl. Já. Efnilegur strákur. Já. Ungvarðarinn. Sigurður Torfi Helgason, 3-2. Það búist kannski margir við öruggu sigur í Akureyrar en ég er ekki tilbúin að veiða það að vera endilega örugt. Nei. Ég held að Stjarnan græði svolítið á því að það eru mörg lið sem koma eflaust til með að vann þetta. Já. Árni Þór Sigurðsson með þetta með gott mark. Róland ekki ennþá var í bolta. Eyþór, Jón Arnar og Gunnar spila sínu milli fyrir utan. Ekki mikið að láta boltan ganga niður á horn. Þetta kannski þrengara hús heldur en margir þessu leikmennir eru vanir. Eyþór, vel varið Hafþóri. Það er glæsilega varið hann. Og Heimir fer vantarlega alla leið, en Róland verð það. Þannig að Akureyringar stillu upp. Guðlaugur Arnarsson er á línunni. Geir hérna hér á horninu og Brynjar Hreinsson yfir vinstra. Heimir og Guðlaugur, vel spilað en lína. Þetta kom Sigmundi Lárusson ekki óvart. Nei. Og búinn að spá þessu fyrir leik, hann myndi stíga nokkur sem úr línu. Eyþór, vel gert. Glæsilegt. Góður bolti og Glæsilega gert. Leikmaður nummer 3. 7, Sverrir Eyjólfsson. Já. Út störri blindur maður. Ég verð ekki að tala um Stjörnuliðinu. 3-4 fyrir Akureyri. Já, Stjörnum er færað sér framar í vörninu. Var aðeins svona að reyna að stríða þeim. Já. Gömlu göllunum hérna fyrir utan í Akureyrasókninni. Þeir eiga einhver kerfi við þessu, við vitum það. Vel varist á Stjörnunni. Það er skær appelsínugulur í þessu dómarabúningar. Já, þetta er allan ekki utan yfir treyjum eins og ekki er. Nei. Munnskára. Heimir, vel gert. Já. Maður sé þetta áður. Já, en þetta var samt fyrsta markið í þessum leik.
Já. Maður sé þessar hreyfingu áður í svona gennum árin bara. Já, margótt. Eyþór, nei. Það er einnig góð. Hann er ennþá blötu bak við eyrun. Kristján Svann hefði nú haglega getað fiskað hann að bolta en vann hann kortið þér. Ekkert dæm. Þrátt hann ekki gert mikla tilraun til þess að fara í boltan. Nei. Víglundur með þetta á hreinu. Hver er Víglundur? Dómarinn. Þetta er Víglundur? Já, það ekki. Já, nú veit ég ekki. Það minnir mig. Bastið farin, við getum ekki spurt það aftur. Ég er búinn að gleyma þig. Já, ég veit það. Það var Víglundur, já. Ég veit bara ekki hvort þeir eru Víglundur. Nei. Jón Arnar, Gunnar og já, hann er Víglundur, hann er nafn hans Víglundar dómara, Víglundur Þórsson kominn í vinstarskittuna. Já, Jónatan Magnússon. Róland Eiratse, ekki sáttur við varnarleiksina manna. Nei, stand 6-3 fyrir Akureyri, 9,5 mínúta liðin. Mætti segja með það, maður myndi sjá hann að svipa Róland oft í vetur. Hann sýndi hann þegar hann var í Eyjum, hann sýndi hann þegar hann var hjá Val og hann er búinn að sýna hann oft í Stjörnunni, sýndi hann með landsliðinu. Þannig að kemur á óvart þetta er síðast að geta sér sagði mann. Gunnar Gylfason fylgir hérna eftir svona eigin skoti, hirðið frákast og minnka muninni 4-6. Stjörnum einn minnka munin. Þetta er frábært sjóa. Ég hláttist kasti hérna. Jöfnst þess að. Það er Róland varðið þarna vel frá Brynjarsinni. Og Hafþór varðið þetta en vítakast. Tæknimyndin þar hrista hausinn. Svona er þetta stundum. Já, Hafþór er. Já. Vel varðið. Arfaslög hæð til að skjóta á Hafþór. Já, hann er stór þarna. Já. Hendurnar út. Skora á leikmenn að skjóta oftar í kringum höfuð á markmannum. Það var ekkert að meina að skjóta í það, heldur á það svæði. Það er garantera mark. Helst ekki skjóta í það. Það er allan ekki garantera mark. Nei, það er svona verra bara. Árni Þór. En ef það fer í hausinn þá er það bara fyrir að val. Þeir velja að vera í marki. Getur komið fyrir. Það er bítið það súra. Já. Það er kannski ekki allir svo Birkir sem að finnst gott að hona í andliti. Nei. Markmenn eru þarna fyrir öðru sem aðrir. Já. Jón Arnar, Gunnar. Víglundur hérna í meistarskiptunni. Nokkuð klárað því að þetta er sungur strákur. Já. Það var alltaf hérna í den sko á skýrslunum, það voru kennitölur. Já. Það er alveg búið. Já. Það hefði ekki búið það, þá hefði skýrslan aldrei komið hérna. Nei, það er eitthvað rétt. Og Gunnar, já. Þetta er vel skotið. Geir Guðmundsson. Ekki við þriðja markið hans, hann var góður í gær og... Já, góður leikmaður. Já. Og hérna típiska akureyriska hlaupastíl og hann er oft gengið í handbolta. Já. Þess má kannski geta að sportífi verður alltaf að breyta upp á nýjungu í dag að velja Kentucky mann leiksins. Já. Kentucky Fried Chicken leikmann leiksins. Já, við stelum það. Ja, KFC leikmannin. Það var beðnur af það þegar við fórum að gæða okkur á gómsáttur í málti rétt fyrir leik. Ég fekk mér þetta salat. Já, einmitt. Já, við að sjálfsögðu gerum við það. Gunnar, en Hafþór verð þetta. Þetta er alltaf auðvelt til að Hafþór í markinu, verður að segja. Já. Það er auðvelt að verða þetta fyrir hann. Átni og Jónatan vel spilað og Geirinn og Æmar. Já.
sem þessi 4. mark. 4 af 9 mörkum, 9-4. Þetta er engan veginn og gott hjá Stjörnunni. Nú tekur Patrik Jóhannesson þjálfari Stjörnunnar leikhlé. Það eru farnir að hengja haus strax og alveg ferlegt að sjá þetta. Rúma 13 myndir búnar og... Það er ekki eins og Akureyri endalaust hort á tankinum til þess að hlaupa allan leikinn. Nei, þeir fengu líka bara að keyra á það. strempi leik í gær, þannig að setur sjálfsagt eitthvað þreyta í þeim. En það er greinilegt að unga liða Stjörnunnar verður í miklum vandræðum með að þeir finna ekki sjálfstraust eitthvað stærri upp á götunni. Já, það er svolítið náttúrulega erfitt. Það er erfitt fyrir það, það verður bara að segja eins og það. Bendir allt í þess. En fá samt kredit fyrir að spila á ungu strákum. Já, það er mjög jákvæmt. Nú eftir fáum við síðan að sjá Val og Gróttu. Já, eða Val A og Val B. Já, hann má segja það líka. Og Gróttum hefur líka ekki verið að þekktu sem Val B. Það eru einhverju 5 eða 6 Gróttumenn hann nei, Valsarar í Gróttunni. Já. Gamli Valsarar. Já. En þeir eru náttúrulega með blátt Gróttu hér í dag. Já, já. Einmitt. En við getum kannski fengið góðan leik þar. Já, það verður í það minnsta vel tekist á. Það er nokkuð ljós. Já, það er pottið. Nú er Víglundur dómari klár, síðust mér. Já. Stjörnumenn býða til flautinu. Það kemur. Og halda góða. Já. Og þeir halda fram með sama lið og fyrir leiklíði. Já, það er gaman að sjá hvað Patti hefur sett upp núna í leiklinu. Já. Nú vonandi að sjá breytingu. Já. Við býðum eftir henni. Já, já. Ekki með Víglundur. Jón Arnar. Vel gert Já, hjá honum. glæsilega gert. Þetta er sprækur strákur. Virkilega vel skotið hjá honum. Jónatan og Heimir hægir á þessu. Og hann er með lífina sem hann var með í gær líka. Já, já, hann verður með hana, hann hættir. Geir, hann fer náttúrulega í skotið, það er engin spurning. Já, já, hann fer allt inn hjá honum. Allt, hann skýtur beint á Róland og inn fer hann. Já, já, sitt 15 mark. Gamli maður hann ekki sátt við þjálfan sér núna. Nei. Leita á gólfinu hérna, dómarinn líst ekki á það. Smetlaði bara undir sórun hjá sér. Og áfram með leikinn. Já, já. Jón Arnar var að hvíla sér eftir þetta laglega mark á hann og Víglundur fer á miðjuna og Eyþór kemur aftur inn á. Hún er það sé aðeins búinn að ná áttum og sína okkur hversu mikið efnan í raun er. Kristján Svan. Jájá, laglega gert. Já, þetta kallar maður að skjóta í skeytin inn. Já. Þetta kallast það. Heimir, Jónatan, Árni leika þarna fyrir utan. Geir í hægra horninu. Jónatan dauðafrýr á línunni. Nú verður Róland. Það er málið, að fá erfiðu skotin í dauðafærin. Já, akkurat. Og svo lína á Jónatan sem að reynda að heyra það frákastið. 10-6, 15 mínútur. Þeimur að fyrir áleik eða hann hálfnaður. Eyþór, já, koma svo áfram með boltan. Æjæjæj. Það var góð hreyfing. Já. Ekki aulamark. Já. Ég vilja bara fá falleg mörk á sig. Hafþór verið hérna 2 skot. Fyrst frá Víglundi og síðan Sigurður Torfa. Kom með 7 skot. Það var verið ótrúlega vel. Já. Það er að frábær bara. Dómarinn sjást til þess að gefa Sverri Eyjólfssyni áminningu. Það verið peysutók. Eitthvað peysutóðin á línu. Og kemur Valdimar Þengilsson inn á í vinstri skiptunni hjá Akureyri. Já. Þetta er ungu strákur. Stóru stælur.
Heimir fara aðeins að hvíla sig. Já, Hörður og Róland Vítakast. vítakast. Og 2 mínútur á Sverri. Já, þetta hárrétt. Já, og inn að kemur Roddur Gretarsson. Já. Ætlaði Róland verið fleiri víti en Basti í gær? Hverju spáði þú? Nei, ég held ekki. Þeir fá örugglega ekki jafn mörg. Nei. Roddur. Já, Róland varði. Já, já. Og Það hérna... gerði það mjög Já, auðvitað. Lasand opnabók. Já, maður sér það líka munin á virkilega góðu markmönnum og öðrum markmönnum. En það þeir eru að verja skotin, þá fá alltaf, liðið hans fær alltaf bolta. Já, einmitt. Hann ver bolta rétt. Já. Og það er kunst að gera það. Hjálpaði reynda til að engin Akureyringur var að reyna að hirða frákastið. Já, já. En þessum góðu markmenn, þeir vita alveg hvert bolti fer. Stýra boltanum. Já, þeir stýra hann. Eyþór. Aftur Eyþór. Já, Góð glæsilega sendingur á gert. línuna. Vel gert. Sigurður Torfi Helgason. Annað markið hans. Staðan 10-7. 3 mörg. Virkilega góð sending. Akureyringar einu fleiri áfram. Þeir koma inn í svo. Jónatan og Árni og Jónatan aftur en framhjá hjá Valdimar Stengilsinni. Stjörnum er komið upp. Bara hægt. Já, já. Eða smá tíma, nokkur sekundum. Það er auka hraðan aftur. Kristján hleypur inn á línuna. Nei. Og Brynjar Hreinsson. Já, og það er maður. Já, já. 11-7. 10 sekundur í mannin hjá Stjörnunni. Og í þann mund verða liðin velmönnuð. Jafn velmönnuð, já. Jafn velmönnuð. Það má deila um það en jú. Ég trúi því. Já, Eyþór. Hann verður að fara að skjóta. Hann er ekki með ákveðin. Nei, hann verður að fara að skjóta. Þeir bakka á hann og þjappa bara. Hann verður að skjóta til að fá hans framar. Já. Þá opnast þeir í línu. Já, Gunnar, hann lætur skjóta. Lætur skotið ríða af. Og þetta fór ekki í hausinn á Valdimar, ég veit ekki. Það verður svona skot auðvitað. Já. Langt færi fyrir Víglund. Árni. En ekkert að gefa til hornið. Nú er einhverjum sem vilja fá rauðning, en... Stjörnumenn hæstanaði með þetta bara. Já, já. Og Rúnar Sigurðsson kallar leikmenn til sín, leikhlé. Ekki alveg verið sáttu við síðustu mínútur. Nei, hann er enn í Nike-töflunum sínum. Já. Og borgaraklæðunum. Já. Hann sagði okkur áðan að hann mun ekki spila í vetur. Nei. Það væri örugt. Það var miklu betra að vera bara með skeiðklökkuna á æfingum. Já. Í staðan fyrir að vera spilandi þjálfari, þá var hann hlaupandi með skeiðklökkuna og lét strákarna hætta þegar hann var orðinn þreyttur. Það var svona tiltölulega fljótt. Já, það er ekki sniðugt. Nei, þess að það væri miklu betra að vera bara í fötunum. Strákarnir fá meira út úr æfingunum. Það er kannski ástæðan fyrir að Akureyrin að ekki fylgja þessu góður í byrjun í fyrra. Gæti verið. Það hefði ekki útaldið mótið. Gæti verið. Allt Rúnar að kenna. En hann sagði samt hann hefði verið með á æfingu í gær og var samt langbestur. Já, sjálfsögðu. Það sé engin gamall handboltamaður sem myndi segja eitthvað annað en það. Nei.
Það er alltaf að vera klárt til þess að byrja þetta aftur. Já. Hörður tekur aukastið. Rúma 10 mínútur til leiksloka. Eða loka fyrir hálfleiks. Heiðar Aðalsteinsson er kominn í vinstra hornið. Fyrir Brynjar. Brynjar Hinsson. Já. Þetta finna vel fyrir sig Stjörnumenn. Já. Jónatan Valdimar og hann fyrir upp. Og Róland lesa. Það var tiltölulega auðvelt. Já. Eyþór, svona alla leið með þig, drengur. Nei. Já, vel gert. 11-8. Sverrir Eyjólfsson. Þeir geta þetta nefnilega alveg. Ja, það er nefnilega máli. Já. Fá þess meiri trú á sig og það kemur. Já, það kemur mjög aukinni spilarreynslu. Já. Já, Rúnar, en Róland er kominn í stuð. Já, hann er að vakna kallinn. Búinn að vera í 8 skot. Ekki lengi að þessu. Nei, hann fljótur að... Og Eyþór upp. Nei. Sverrir fekk ríkast. Og Eyþór fer á velli. Nei, Patti er bara aðeins að reka hann áfram. Það er rétt hjá honum. Berja smá kraft í drenginn. Sér hann að skjóta sem það. Nákvæmlega. Mjög ekki ólíklegt. Nú er Akureyri búinn að bakka með vörnina, hann á að gera skotfæri fyrir hann. Það er að halda fram að spila, það kemur færið. Það sækja kannski aðeins meiri hraða og Kristján, hörðu. Þetta er líka bara alltaf læg að Stjarnan spili lengi og hangi svolítið á boltanum. Það er bara fínt fyrir þá. Það verður náttúrulega að reyna að finna einhverja glufur. Já. Það er ekki hlaupið að því að skjóta yfir þessar menn hérna í vörðunni hjá Akureyri. Nei, það er það ekki. Og þeir nú eftir að koma leikleysa ef það fer ekki að skjóta. Já, höndin er komin upp. Og ekki alveg ná ákveðin í sendingunni og fótur og Hafþór Helgason. Já, það er vunna Hæslumunni. Hæslumunni notaði. Akureyringar koma hérna, Valdimar, Heiðar, Valdimar, Jónatan Árni. Alltaf bolta að ganga hérna sínum milli Krippa og... Já, Kristján Svan stelur boltanum. Fljótur en afleitlega slútað. 9. skotið sem Hafþór er. Árni, Jónatan. Árni en... Æsileg vörn þarna. Sverrir Eyjólfssoni, vel varið. Boltin eitthvað skítur. Hann er vantilega blautur. Það er eitthvað svita. Þeir strjúka á honum. Menn voru svolítið í því hérna áður fyrir að þegar einhver var að fara að taka víti þá þurrkaði með enni sem er boltanum og lét sig hann viðkomandi hafa boltan. Yfirlegt var skotið fram hjá því yfir. Já. Akureyringar halda fram að spila svona milli og svo klippingar sem við sjáum sem gjarnan milli miðjum og svo vinstri skítur. Þannig kemur Árni, Geir, höndun komin upp hjá dómurunum. Jónatan, finnur hörð, en ekki. Þetta var góð vörn. Það fríkast. Gunnar Gílason gerir vel. Jónatan, Árni. Nei. Það glæsileg vörn aftur. Mjög góð. Það voru 2 skot í sömu sókninni. Það var glæsilega gert. Kristján og Sverrir. Já, vel gert. Sverrir Eyjólfsson, 3. markið hans. Hans 2 marka munur, 11-9. Já, þetta er bara vel gert í Stjörnunni. Glæsilega gert. Sverrir Eyjólfsson með fínt mark. Sóknarleikur svona aðeins hyggst eftir að Heimir fór út af hjá Stjörnunni. Hjá Akureyri segja. Og kemur Guðmundur.
ekki? Númer 7? Nei, Jú. númer 7, Guðmundur Guðmundur Helgason. Strákur á eldra ári þriðjaflöki, var það ekki? Jú. Minnir að Rúnar hafa sagt það í gær. Já. Já, geysilega efnilegur. Valdimar náði sér ekki alveg á strik og spurning hvort að Guðmundur náði ekki aðeins að refsa upp á þetta. Já. Í þessari stöðu. Jónatan og Geir, þetta er skotfæri fyrir Geir. En Róland er það. 9. skotið varið. Vel gert hjá Eyþóri. Og Sigurður Torfi. Þetta er 3. hraðablussmarki í Rauðastjörnunni, ef maður rétt og Það minnka muninn í 1 mark. 1 mark. Það mótir akkurat það sem Stjarnan þurfti. Akkúrat. Þeir verða á Reykjavík Góbin líka næstu helgi. Já. Við munum sína Þar munum við vera líka. Já, það verður við. Það er ekki spurning. Hörður Fannar. Hann var svolítið erfitt uppdráttan á línunni. Stjörnumenn eru þétti fyrir. Já, hann fekk meira pláss svona framan að leikja Selfoss í gær. Já. Selfoss náði reyndar að loka fyrir það. Hann kemur Guðmundur. Þá stoppar Víglundur leikinn. Rekur Hafþór út af. Það er 3. peysutöði, sagði hann það? Já, á hjá liðinu, sko. 3. gula spjaldið. Já, 3. gula spjaldi. Já. Þá er bara komið á 2 mínútur. Það er bara þannig. Þeir lyftu gulu sem sagt. Já. Herra TV á ekki verið að skipta sér að útsendingunum. Nei. Guðmundur Helgason, Jónatan og Árni. Árni. Það er yfirlega færi þegar þeir eru fleiri. Já, hann á ekki verið að fara í kontakt. Hann á að skjóta svona meter aftar. Já. Þá komast menn ekki í hann og hann fær frítt skot og hann getur skotið það. Það fer allur máttur úr þessu skotið þegar hann kemur svona nálægt. 4,5 mínúta til leikli. Staðan 10-11 fyrir Akureyri og Stjarnan í sókn. Það er spurning hvað Akureyri gerir núna einu fleiri. Það er spurning hvort þeir ná að rífa sig hans frá þeim aftur. Já. Kristján Svan, Eyþór. Víglundur, Eyþór. Það reynir að koma sér gegn, finnur Kristján. Þetta er vel gert. Já. Glæsilega gert. Sigurður Torfi Helgason, 4. marki. Já, einu leikmanni færri og skora. Glæsilega gert. 11-11. Mínúta í mannin. Ég held að Akureyri verið svona góður í vetur ef að leikir á svona hálfsmánaða fresti. Það er búin að jafna þetta hvern einasta leik. Já, ég veit ekki. Ég vona að þeir eru nú komin í betra form. 9. október heldur en þeir eru núna. Þeirra vegna. Guðmundur Helgason. Já. Hann á ekkert í Gunnar Gillarsson. Nei, hann er búin að standa sér vel hann í bakverðinu. Já. Sterkur strákur. Mjög góður í vörninni. Guðmundur, en þetta verður Sverrir. Já, þeir eru búin að verða 3 eða 4 skot núna á stuttum tíma í vörninni. Jónatan skellir sér í vinstri skiptuna, ætlar að sýna strafnum hvernig á að gera þetta. Já, Akureyri þarf bara hans að slaka á og stilla upp í sín kerfi og þá kemur þetta allt saman. En skot í stönginu hjá Jónatan. Vill fá aukakast, en það er óþarfi. Hann fékk högg í andlitið. Hann fékk smá högg í smettið. Smettið? Já. Þetta er bara væll. Já. Það ræðið við Víglund dómara. Já. Köllum við Víglundur. Þetta er Víglund. Já. Já, þessi er Víglundur, já. Gunnar, Eyþór, Kristján, Eyþór, Sigurður hleypur inn. Já. Æsir að skotja Víglundi Þórsinni. Kemur Stjörnunni yfir. 12-11. Þetta er frekar óvænt verið að segja. Staðan var 11-7, við erum að tala um 5 mörk í röð. Já. Gaman að þessu. Já, óvænt og skemmtilega. Já. Það verður þetta spennandi og alvöru leikur. Það virtist að þetta vera örugg og sigur í Akureyri. Já. Það vilja hluta sem menn í stúkun ekki. Það vilja hafa spenni í þessu. Og Elfir Róland. Róland. Núna frá Guðmundi, Helgasinni. 10. skotið svo Róland verð. Bara að loka markinu hérna í síðustu mínútur.
Eyþór vantar ennþá aðeins kraftin í Eyþór. 2 mínútur eftir að fyrrháleik. Stjarnan leiðir með einu marki, 12-11 og eru komnir í sókn. Víglundur, Kristján og Eyþór. Það kemur Víglundur og hann brýst. Eyþór virðist vera mjög skynsamur leikmaður. Já. Gott auga fyrir spili og svona er ekkert að fara inn að vitleysu en mér langar samt að sjá hann skjóta. Já. Það er að fá eitt skot hérna áður en hálfleikurinn allur. Já, þetta kemur það. Þetta kemur það. Það er inni. Akkurat. Glæsilega gert. 13-11. 7. markið í röð. Já, það er frábært. Já. Glæsilega gert. Það er búin að vera tvisvar einu færi á þessum tíma. Já. Mjög óvanlegt að sjá til Akureyringur svona. Það er bara svona lélega. Já. Guðlaugur og þetta vel. 11 skot varinn. Það var ekki skot fyrstu 7 mínúturnar. Nei. Það var bara málið fyrir Stjörnum að halda haus, ekki fara út í eitthvað óðagott. Já, 40 sekúndur eftir, bara spila. Já. Spila eins lengi að geta. Já. Hringir sími á einhverjum? Já. Mamma svo hringja. Það er síminn á Hlynur Mortens. Sími stað. Já, það eru byrjað að hringja. Hef sóknin aftur. Víglundur, Eyþór, Víglundur. Hann leitar að Hafþóri Helgasyni. Þetta var óskynsamlegt. Já, stutt eftir. Allt og snemma. En þetta var góð hugmynd. Það var kannski ekki alveg rétti tímapunkturinn. Nei. 10 sekúndur eftir. 5 sekúndur. Árni leitar að Guðli. Leiktími rennur út, já. Þurrkað sér einhver og... Nei, þurrkað sér engin með boltan og Guðli náði strax í hann. Guðli var náttúrulega ekkert að... Hann kunni ekki alltaf vel við þetta að menn héldu honum hann. Nei. Meira fyrir að halda sjálfur. Já. Árni tekur síðan skotið, Árni Þór Sigtryggsson. Það er hátt yfir. Það er hátt yfir. 13-11 fyrir Stjörnuna. Var það sagt óvænt stað í hálfleik. Já. Sérstaklega hvernig leikur að þróa síðustu 20 mínútur. Nákvæmlega. Ætlar að renni við markaskora? Já, hjá Stjörnunni er Sigurður Torfi Helgason hægri hornamaðurinn með 4 mörk. Sverrir Eyjólfsson 3. Kristjánsson 2. Víglundur Þórsson, Eyþór Magnússon, Gunnar Gylfason og Jón Arnar Jónsson með 1 mark hver. Hjá Akureyri skoraði Geir Guðmundsson 5 mörk í hálfleiknum, Brynjar Hreinsson 2, eins og Árni Þór Sigtryggsson, Jónatan Magnússon 1 og Heimir Örn Árnason 1. Rolandi Ratse varði 11 skot í marki Stjörnunar og Hafþór Einarsson 9 í marki Akureyrar. Saman 13-11. Við ætlum aðeins að hvíla okkur, komum fljótlega aftur og munum svo. Við ætlum að velja KFC leikmann leiksins. Ladies and gentlemen, we understand that you have come tonight to bear witness to the sound, a drum, Já, við erum velkomin aftur á sportv.is. Guðmundur Maron Ingvarsson og Hilmar Þórlensson. Það fylgir ykkur það sem eftir lifið leiks og leikinn og eftir sjálfsögðu líka. Já, ekki spurning. Akureyri hefur leik í síðara hálfleik. 13-11 staðan fyrir Stjörnuna. Ótrúlega staða.
Og Heimir aftur kominn inn á og lætur strax að sig kveða sjálfsögðu. En Róland, Það er vítakast. vítakast. Já, ég veit það ekki. Nei, þetta var ekki víti. Nei, það var ekki viti. Halldór Ingólfsson sagði að Akureyri myndi vinna þetta með 69 mörgum. Já. Sjá hvort það sé eitthvað veit í honum. Já, nú skorar Oddur Já, hans fyrsta mark. Hann er bara skoruðu vítum í þessu móti. Það er verulega óvart. En við sáum hann reyndar eftir leikinn í gær. Tapið sigurinn á Selfossi. Þá var hann að kæla á sér hægri úrliðinn. já. Eitthvað gengur ekki alveg heilt til skógar. Sem útskýrir kannski ýmislegt hjá honum. Stjörnumenn klaufar hérna. Heimir. Skref. Víglundur dæmi skref. Já, eða dæmir aukakast þegar það brotið á honum þegar hann tók mér skref sem ég held að hafi verið rétt. Hann átti bara að láta bolta ganga. Já. Hann með 2 menn með sér. Árni kemur á Eyþór og Jónatan. Eyþór gerir vel hérna. Fín hreyfing á stjörnuvörðinni. Já, mjög fín. Og ná að stoppa þetta og þetta farið að fara svolítið í taugarnar á. Þeir svona rífa sér lausa. Já, Akureyringum. Aftur bleita á boltanum. Ætlaði ekki ríkaði vel þvegið hérna. Vel þrifið Já, gólfið. þetta var, þegar vorum að taka saman í gærkvöldi þá var verið að skúra gólfið. Já. Svo veit maður ekki hvað gengi á henni í dag. Það er vantarlega verið að spila handbolti. Já, kemur nú ekkert óvart. Körfubolti, Já. Brynja Karl. Körfuboltasíðan ég er með akademíuna hérna. Já, já. Sidelines Brynjar. Sideline fórhaldið. Guðmundur Guðmundsson landslýstari notar óspart. Einmitt. Jónatan. Nei, þetta eru 2 mínútur líka. Já. Víglundur sá þetta. Og hann rekur einhvern út af bara. Hann rekur ekki réttamann út af. Nei. Það er sérstakt. Og Hafþór þarna sem hékk aftur hann er leikmann nr. 88. Já. En hann rekur Gunnar Gylfason út af. Skemmtilegt. Öðruvísi. Já. Puttandi 2 á loft og bara ekkur. Það er næsti maður. Já, þú ert næst. Það sem má geta að Viðar Már Þorsteinsson er kominn á kameruna og þetta er glæsileg sjón. Já. Sigurður. Nei. Þeir eru nú ættu nú vorðinni vanir þegar að spila einu færri en sjáum það. Rúna var engan við sáttu við hvernig hans menn spiluðu einu fleiri í fyrirháleik og bæði vantarlega varnarlega og sóknarlega og hann setur hérna Odd og Jónatan út á móti Eyþóri og Víglundi. Það ætla aðeins að reyna að gera stjörnumennum þetta erfiða fyrir. Spurning hvort að stjörnumenn ætti ekki að kippa línumannum út á og bæta einum út af leikmanni við, eða leikmanni sem leikur fyrir utan. Ykkur þetta vegna þeir útsýn ekkert orðið alltaf gott núna? Þetta var nóðari. Kristján Svan með skotið framjá. Já, vísjari. Já, þú sást það þú? Já, hann var líka hinum inn á vellinum. Já, það er rétt. Lægri kamerumæður á hann þarf að vera aðeins nær. Nei, við sjáum það samt hérna á vélinni hjá okkur. Þetta er ákvæmlega vel tekið. Þetta er bara fullkomið myndataka, sem maður segir. Stjörnumenn koma hérna, Akureyringar koma hérna. Staðan er 13-13. Akureyringar skorað 2 fyrstu mörkin í seinni hálfleik. Aðeins meiri ákefði þeirra leik og þeir ætla sér ekkert að tapa þessu. Þeir ætla að fara í úrslitin og sína FH þriðja skiptið í röð, hvert Davíð keypti ölið. Já, En Akureyri vann svo 2 æfingarleiki gegn FH fyrir norðan síðustu helgi, mjög örugglega. Já, það væri gaman að sjá Akureyri og FH í úrslitum, ég verð að segja það. Óneitanlega. Annar liði gríðarlega svona fljótir á löppunum og keyra hraðahlaup alveg vilt og galið. Man hittir svona aðeins hægara. Já, mitt Heiðar Aðalsteinsson, laglega gert í honum. 14-13 fyrir Akureyri, strax komnir yfir. Nýta sér liðsmennu mun betur núna heldur en þeir gerði fyrir áleik. Ég vil að segja það, ég kíkja hérna á tölvuna hjá okkur og setja þetta í full screen sem er að gera þarna. Já. Þetta er bara í toppgæð. Þetta sleppur. Þetta sleppur. Já, Oddur, Róland.
Óttu það þríkastið, Eyþór braut á honum, fylgdi honum mjög vel á eftir. Alls ekki grófur eða klaufalegur. Kemur ekki sjónvarpsstjórinn færandi hendi? Heldur betur. Ilmandi Kentucky Fried Chicken. Heimir fær vítakast. Heldur að ykkur keyri í gegnum Selfoss á hans að fá sér Kentucky? 2-3 ári. Já. Oddur þriðja vítakastið hans í leiknum. Og hann skorar. Annað markið á vítakasti. Var þetta áberandi plögg? Nei, ég finnst að þetta var mjög snirtilega gert hjá þér. Nei, ef þú auðlýsir við okkur, þá látum við vita af því. Já, þá getum við kannski verið að lýsa handbolta en tala um ykkur allan tíma. Já. Þá er Guðmundur Guðmundsson kominn hérna inn á nummer 10. Hans fyrstu mínúturna í leiknum Víglundur. Guðmundur og Eyþór. Víglundur en Hafþór þarf að sækja hennan. Og Akureyringar bruna fram. Jónatan ber þetta upp. Árni. Það er boltan aftur á Hörður Fannar. 16-13 fyrir Akureyri. Já. Halldór Ingólfsson ætlar að vera sannspár. Patti tekur leikli aftur. Já, þeir hafa ekki skorað í síðara hálfleik, fyrstu 5 mínútur og fengið á sig 5 mörk, 0-5 byrjun. Glæsileg til Akureyri, en samanskapi dapur kannski hjá Stjörnunni. Já, þeir þurfa að fara að róa sig og voru svona að taka vitlausa ákvarðanir á. Já. Patrikur er samt óttalega rólegur hérna og ekkert að æsa sig neitt. Nei, hann er bara að segja strákunum sinni til og... Já. Það snýst að kenna. Já, hann er akkurat í því dæmi sko, að kenna sínu strákum. Og Víglundur hann á miðinni alveg klárir. Já, er ræðið með þetta og talaðu alla rétt ákvarðanir sem við búin að taka. Hina tvær hafa ekkert að fljóta með. Þetta mót hefur nú svo sem verið ágætlega dag. Það eru öllu 3 leikjunum. Já. Júla Disko var náttúrulega stórkostandi fyrsta leikum, fyrstu daginn. Síðan var svona úthaldið farið að segja til sín í seinni leiknum hjá honum. Já, en flautan var allan tímann í mununum, þannig að það slapp til. Já. Og Gísli og Hafsteinn voru góður í gær og Víglundur eru fríðilegir. Vel brotið á Akureyri. Stjörnumenn leika hérna frá Guðmundur Guðmundsson, Víglundur og Eyþór Magnússon. Sækir áfram. Hægra hornið leysið, Sigurður Torfi, eins og oft áður í leiknum. En Akureyringar ganga langt út á mótið. Já, nú komið 31. Já. Víglundur með erfiða sendinguna Sverri fyrir fótinn á honum, en hann fær fríkast. Víglundur, Eyþór. Vatni brýtur á honum þarna. Höndin fyrir að koma upp, þetta er ekki gott. Komið svona meiri stemning í Akureyri núna, hefst manni. Já. Guðmundur, með skrítnasta skot dagsins. Þetta var Kentucky Fried Chicken skot. Já, hún var að segja það. Stórkostlegt, það var þetta. En Stjörnumenn halda boltanum, höndin er uppi og þeir gera ekki neitt að viti, sækja ekki á markið. En Akureyringar koma. Oddur og það er 3. vítakastið í hálfleiknum. Hver fara að fjúka út á núna? Eyþór Magnússon. Róland varði þetta. Já. Þau erum víst að króta þetta, það hefði verið dæmt markað en ekki varið. Já. Þó þessi vítakast. Ég held að hann taki þetta. Róland verið þetta. Nei, þetta er örugt í horni. Já. Gott mark.
Já, það er 17-13. komið stemning Akureyris með núna. Já, fljótt að snúast, mjög fljótt að gerast. Patrekur engan við sáttu við þetta. Fann að láta hans í sér heyra þarna á hliðalínunni. Sigurður Torfi, en nei, það var aldrei almennilega vald á boltanum. Nei, þetta er mikið hnúð núna. Víglundur kannski verið ágætt að vera með aðeins hærri leikmann eins og ef Vilhjálmur Halldórsson var í heill og í þessari stöðu að geta bara stokkuðu, þurfi ekki að halda áfram með þessari ráðvæðsvíslegu sók. Já, ef við reiknum náttúrulega bara með hann er meiddur, fyrst hann er ekki hérna. Já, hann er meiddur. Ekki er hann í veiði. Já, ég trúi þinn ekki núna. Vestan átt á rigning, það veist ekkert í dag. Er ekki best að veða rigningu? Já, ekki vestan átt. Heimir, Árni. Hvað Róland ver? Já, Róland ver. Víglundur dæmir ekkert á þetta, enda hárrétt. Já. Og það er að flauta á allt. Já, algjörlega. Ef það er að fljóta og algjörlega. Það er með spáðum meginn, þá voru allir sáttir. Já. Það er hreint að Jónatan er samt að Stjörnumenn einum færri en þá. Nei, þetta er aldrei ruðningur. Nei. Kristján og Guðmundur. Við vitum að Guðmundur getur skotið fyrir utan. Spurning hvað hann gerir núna. Finnur Sverri en nei. Dómarinn ætlaði að gefa þeim séns. Já. Nú kemur Fannar Kristnason hérna inn á í hornið. Í skiptuna segi ég. Já, vel varið. Árni og Oddur. Hvað gerist? Já, það er gert. Fjórða markið hans í leiknum. Góður leikmaður. Já, mjög efnilegur. Vel gert hjá Oddi þarna, vinnur boltan af Kristjáni Svans sem var hálfsofandi í dribbli sínu. Árni, Jónatan og úti á hornið á Heiðar. Gengur ekki alveg upp, Heimir og hann róar þetta lítur að vera eða hvað? Já. Hefur róað hraðarblöpinn nokkur svona með þessari keppni. Það er einhverja stimpingar þarna. Skemmtilegt. Hressandi. Já. Það viljum við sjá. Já. Ekki eins og mikið. Heimir og Jónatan og Árni. 18-13 fyrir Akureyri. Og Sverrir út af. Þetta er aldrei 2 mínútur. Nei. Þetta er aldrei 2 mínútur. Víglundur að missa tökina á þessu. Já, ég held það. Og guldspjald á Patrik fyrir Tuf. Það má náttúrulega ekkert segja við þessa kalla. Allt og lítið. Já, ég saknaði svolítið að það með ekki tala við dómarinn eins og gerir í körfuboltanum. Þeir eiga það dómarinn þar að þeir eru rökraði við leikmann. Já, þeir eru líka stanslaust að tala við leikmann og þjálfara alla leiki. Já, ég er hrifinn af því. Já, ég sammála því. Þú veist, ef að menn fá púst í 5 sekúndur, ef þeir halda áfram, þá er alltaf að fara að gera eitthvað. Nákvæmlega. Við vitum svo sem ekkert hvað orðaðan valdi. Nei. Þau eru að vera skynsammismarkað. Já. Hörður Fannar, Sigþórsson, 19-13. Stjarnan á ennþá eftir að skora í seinni hálfleik. Já, það er 11 mínútur innar. Já. Slæmi kaflinn hjá Akureyri sem var hérna í lok seinni hálfleiks, hann var allur á meðan Heimir var út af. Já. Sýnir þetta ekki bara mikilvægi Heimis í þessu liði? Algjörlega. Þráttur þeir hafi fleiri reynslu mikla og góða leikmenn. Já, hann er pottun og pannan í þessu. Já, ég held það nefnilega. Fannar, Guðmundur, út í hornið á Kristján, missa boltan. Þetta endur fótur á Akureyri. Þannig að þeir fá aðra tilraun einum færri, mínúta í manninn.
Fannar Kristmannsson kemur hérna á vörnina og skýtur en Og Hafþór verður Hafþór, auðvitað. 10. skotið hans. Og sér það, hann er búinn að vera, hvað segir, 10 skot? Já, Já, og það segir manni það er ekkert búið að koma alltaf mörg skot á markið. það kom 23 mörg komin á ramman. Já. Það er náttúrulega Já. ekki gríðarlega mikið. Og Hörður Fannar Fékk fiskar vítakast. vítakast. Núna klikkar Oddur. Heldurðu það? Já, nei. Það verðist vera nokkuð segur. Já, Það skora er örugglega. þessi frægi svipur eftir komin á Róland. Já, já. Þá verður þetta ekkert að detta fyrir hann. Ætla að sparka boltanum hann út með hælum en það mislukkaðist. Hann er bara að hengja hauspínlítu. Já, hann tóna bara út af. Já, Víglundur hefði eitthvað ósáttu við gólfið. Já, það er auðlýsing þarna sem að Já, er erfitt að rífa upp greinilega. Hún har verið þarna lengi. Nei, nú var þetta ekki alveg samstíða þessu en Víglundur fær að ráða og Stjarnan heldur boltanum. það eru 12,5 mínúta liðin af síðara hálfleik og Akureyri er ekki ennþá búin, nei hérna Stjarnan er ekki ennþá búin að skora. Og þeir hafa, hvað hafa þeir átt? 2 skota sem Já. hafa hitt ramman Já. á 13 mínútur tækni. Já. Það er náttúrulega bara gríðarlega slagt. Víglundur er ekki sáttu við Hörð Fannar. Nei, sem fær 2 mínútur. Já, hann samþykkið þetta, skokkar út af. Já, já. Er þetta hvart yfir þessu svona? Já, já. Það var algjör Sí- sí- óþarfi, það var ekkert að gerast. Nei, þetta er líka bara svipaði 2 mínútur og gefur á þann. Já. Þannig að í ljósi þess dóms er þetta rétt. Já, já. Skýt, eða menn eru, þú veist, æstir. Já, Hörður Fannar yfir verið æstu sísaráður. Já, hann er bara vantilega verið æstur bara sem hann fættist. Mér pirraður einstaklingur. Það getur vel að segja, sko, renni ekki honum blóði utanvallar. Það má vel vera. Það eru til nokkru þannig sem eru æstirinn á vellinu. Utan að gæða blóð. Já, já. En klikkar Stjarnan, Já, þetta skotur getur stöng. gerðið á Gunnar Erni Arnarsinni. Sjö marka munur 20-13. Við fengum allan að spenni fyrir áleik Já, já. í lokin á honum. Já, já. Þannig að það verður ekki úr þessu. Ef ég trú á, gerum við heim ykkur aftur út af. Já, Og Rúnar tekur hann ekkert aftur út af fyrir þetta búið. En þess má líka geta að sporttv.is verður á opna Reykjavík-mótinu í Austurbergi næstu helgi ásamt Kentucky verið að tjekka hann. Já. Og Mílu, og Símanum, N1 Já, þetta er óteljandi, sko. og Coca-Cola. Og Sigmari, Já. eða Sigmundi. Og bílaleigunni. Já. Það þekkir hann reyndar enginn, Sigmundur Lárusson, veit enginn hvað það er. Nei. En sem er fylgir. Sem er baka tjöldin. Já, Þetta allir hvað það er. já, Þá var sér baka tjöldin. já, já. Það gat á tjaldinu, sjá hann allir. Þetta er gegnsætt. Þið er ekkert að vera baka sturtuhengi. Vill verið félum en mislukka. Herðu, Akureyri stillir upp. Ég er fann að býða eftir markinu á Stjörnunni. Já, það kemur ekki. Það er svo. Og Heiðar. Já. Og það verður Já, Róland. vel og Róland. 16. skotið sem hann ver. Já, hann kom það eftir 14 mínútur. Skorar Fannar Kristmannsson. Minnka munin í 6 mörg. Hann klappa hérna allir, sama með hvaða lið er halda. Gleðist yfir þessu. Já, já. Það er eitthvað laglegt mark. Já, já. Nýttu þarna liðsmuninn. Heimir. Átni. Róland ver. Nú er maðurinn kominn. Hörður Fannar kominn inn á aftur. En það þarf aðeins að skrúba og skúra.
Nú fer þetta senna að hefjast aftur. Já, já. Jónatan, Heimir og Átni fyrir utan. Hörður Fannar. Heiðar. Nei, Stjörnum að ganga vel út í þetta núna. Það var að sé þetta kerfi nokkur sinnum áður í leiknum. Sverrir segur hérna í vörninu, Já, já. Jónatan setur upp í kerfi strax. Já. Hörður Fannar, þetta gekk ekki. Löngsending hjá Fannari. Týndi nafnum með þetta. Sigurður Torfi náði að halda þessu á lífi. Guðmundur, Gunnar, Sigurður. Mér finnst Sigurður ekkert kunna neitt ægilega vel við sér réttingur í hægra horninu. Þetta er vel gert af Fannari. Annað markið hans í röð. Fannar Kristmannsson. Skora bæði mörk Stjörnunar í síðari hálfleik. 15-10, 5 marka munur. Það getur rest úr þessu ennþá. Samt sko að Stjarnan ekki skorað ykkur 14 mínútur, samt 5 mörgum undir. Já. Eiginlega bara 5 mörgum undir. Já, eiginlega bara 5 mörgum. Byrja náttúrulega 9-0 í síðari hálfleik. Það er skelfilegt. Heimir og Átni. Heimir finnur Gulla og hann skorar. Fyrsta markið á Gullu Arnarsinni. Vel spilað. Já, mjög vel spilað. Stjörnum að koma hérna. Guðmundur setur upp og Fannar í vinstri skiptunni. Gunnar Gylfason hérna í hægri skiptunni. Gunnar Örn, það er fríkast. 6 marka munur, 13 mínútur eftir, 15-21. Akureyri vil. Guðmundur, Gunnar, Guðmundur og hann er kominn í færi en Hafþór verð þetta vel. Og aftur. Sverrir hirði frákastið en Hafþór verð aftur. Ádan þarna gjör svona, Jónatan og Heimir út í horni og Heiðar. Það sjálfsögur það inni. Vel gert. Nei, komið í sjömörk aftur. Rólandar að byrja þar. Við getum gleymt í að þetta verið spennandi. Stjörnum er stillað upp. Já, stillað. Fannar. Já, góð vörn. Átna, Sidriks. Guðmundur. Gunnar stillað hérna upp. Höndin fer væntanlega að koma upp fljótlega. Hann fær ekki sækja á vörnina. Það var skrítið. Já, mjög slægt og Oddur upp og það er mark. 7. markið hjá Oddi Grétarsinni. Róland sparkar boltanum yfir völlinn. Hann sleppur með það. (23:15) 11 mínútur til leiksloka. Þannig að Stjörnum er bara að skora 2 mörk í hálfleiknum. Já, rúmum 18 mínútum. Já. Og það er svo Fannar sé einn að sækja almennilega á markið hérna líka. Það er áræðin strákur. Já. Það er staðan á Leeds. 0-0. Í hálfleik. Gunnar, það fór verið auðvitað. Já, fótur. Sverrir, langabolta fram á Vílund. Það er vel gert. Það finnur Gunnar Örn og hann skorar. (23:16) Fyrsta markið á Gunnar Erni.
Hvað gera Akureyringar í þessari sókn? Sækja að koma nokkra klippingar og svo skot á mark. Já, ekki ólíklegt. Nei, það er þeirra leikur. Heiðar, Gunnar, Guðlaugur en þau fríkast. Jónatan vill að Guðlaugur færi sig. Það kerfi strax í gang. Heiðar, Heimir og Árni. Árni náttúrulega bara að lyfta sér upp og eru dauða færi en Já, Heiðar snýr hann með skemmtilega markið. frábærlega gert. Ég er ekki frá því að hafa rifnað þessu upp á dúknum á sem ekki snúrungar á boltanum. Virkilega vel gert. Sverrir yfir á markalínunni. Vel spilað hjá Víglundi og Sverrir. 24-17. 9 mínútur til leiksloka. Minn eftir að það að núna kl. 20 hefst leikur Gróttu og Vals sem eru hart tekist á. Sigurvörun og þeim leik tryggir sér að leikum þriðja seti gegn Selfoss. En skorar Oddur. Oddur, já, Það er hægra horninu. 7. markið. Ja, hann er fjölugar, hann getur spilað báðum megin. Já. Og Víglundur, rekur Víglund af velli. Já, grimmur Víglundur. Já. Það var nú ansið fyrirlegt verið að veikina. Já, og þá fara Jónatan og Oddur aftur út á móti núna þessu tilfelli Sverri og Fannari. Vinstri skiptun á miðjunni. Þetta er orðið ansið erfitt núna fyrir Stjörnuna. Virkilega erfitt. Þeir eru ekki alveg svörin einu Það er ferri. rauningur. Já, já. Það er svona þegar línumenn reyna að brjóta sig gegn. Við sjáum að vinna okkar Björn Óli kominn inn á, nr. 5. Já, 5 manni mætt. Huldumaðurinn frá Já. því í gær. Gammal Stjörnumaður. Já. Hann er hérna starfsmaður sí á skýslu. Já. Björn Ó Guðmundsson. Björn Óli. Tekur mig ekki til sín á velli. Já, já. Baráttuhundur og þrælsterkur, fiska þarna fríkast. Nei, Gunnar Örn. Þetta var engin ruðningur. Nei, þetta var líka vel slúta hjá honum. Já, Vel slúta á markið. vel dæmt líka, verði ekkert að flöta einhverja vitleys á það. Já. Já. 25-18, 7,5 mínútur eftir. Björn Óli, Guðlaugur, nei, Róland. Slaka sendingu Róland. Mjög skrýtna sendingu. Einhvers konar, Virkilega slöksending. hvað er þetta að kalla hann að boltinu? Árni Þór, vel gert. Þriðja markið hans. Já, 26-18. En komaður út, spila einhverja útgáfa 4-2. Já. Gunnar Örn. Það er fríkastið. Erfið hreyfing hjá honum. Jónatan fellur. Misti sig eitthvað við þetta. Vel teipaði nökklan, þannig að en biður skiptingu samt sem áður. Ekkert verið að tefla á 2 hættur hér. Enda engin ástæða til. Nei, unnin leikur og Já, já. æfingamót. Guðmundur Helgason kemur inn í staðan fyrir Jónatan. Flotta hreyfingar hjá stráknum á kústunum. Já, hann var að snúa kústinum inn í nokkra hringir með hann hljóp út að mista hann í gólfið. Sá einhverja stelpu verið að fylgjast með sér og fór á tögum. Einstaklega töff. Gunnar Örn, vörnum verð þetta.
Guðmundur Helgason gerði það. Gunnar og Víglundur. Gunnar Örn, Gunnar Gylfason. Fannar frákastinn Hafþór. Já, glæsilega gert. 14. skoti sem hann Gunnar Gylfason en Fannar verið aftur. Hafþór verið aftur segir. 15. skotið. Akureyri er að koma upp. Guðmundur Helgason vel gert í honum en skotið framhjá. Róland með skotið við markið. Og það mark. Já. 26-19, 5 mínútur eftir. Hafþór skiptir sér út af við þetta. Vinna kemur Siguráli Sigursson. Já. Árni Guðlaugur grípur þetta ekki. Árni dauðafrítt. Andri Snær Stefánsson, vel gert hjá honum. Nýkominn inn á 27-19. Róland er Einstaklega pirraður. Það verður bara að segjast þú segir. Patti hlýtur bara að kippa hann út núna. Spurning hvort það sé erfitt að eiga við Róland sem þjálfari. Já, spurning. Getið trúað því. Já. Það er nú svona ham. Það hristi Patti bara hausinn. Gunnar Guðmundur. Hann fyrir upp og Guðlaugur Árnason verður það létt. Árni Guðmundur Helgason út í hornið á Andra og hann er í gegn. Andri Snær aftur. Það eru nóg af vinstri hornamönnum á Akureyri. Já. Haugaður. 4 hérna í hliðinu í dag. Og margir aðrir sem geta spilað í vinstri horni. Á útileikunum. Já. Ekki vandamál á staða. 28-19. Það er bara 4 mínútur til leiksloka. 17-6 í seinni hálfleik. Siguráli vel. Já, ekki lengi að vera sitt fyrsta skot. Laða skoti hjá Gunnari vel. Og aftur vera. Já. Tækja minna brottið fyrir á Valdimar. Já, Þengilsson. 9 marka munur. 3,5 eftir. Já. Þetta er komið. Já, má segja það. Korter í að næsti leikur hefjist og svona. Já. Heiðar kemur í skiptuna og Björnál á miðuna. Guðmundur Helgason í hægri skiptunni. Já. Byrjunliðsmennirnir fá allir að hvíla. Já. Eðlilegt. Vel varið. Gunnar Gylfason er mjög sterkur hérna í vörðinu. Já. Raustu strákur og tekur vel á því. Óttur kveikir Óttur. Ágætis snúningur. Já, ég held að leikmenn séu bara að bíða eftir að leiktími líði. Já. Akureyringar einum færri. Já. Höndin komin upp á dómarunum. Já, þannig að Heiðar skýtur á löngu færi og Róland verð. 18 skot var inn. Spurning hvort þú vilja 12 niður komi. Já, getur gert það. Ég tek síðan næsta leik. Það verður fróðlegt að sjá hvað leikmenn segja þennan leik og þennan góða kafla hjá Stjörnunni til dæmis í fyrri hálfleik og hvað fór úrskeiðis síðan í síðari hálfleik. Það er bara 2 mínútur eftir.
28-20 fyrir Akureyri. Heiðar sendur út í horninu. Andri skýtur í slána. Það gera Stjörnumenn. Nei, ekki gekk það í þetta sinn. Þetta með Brynjar. Þá fer síðasta mínútan að ganga í garð. 28-20 fyrir Akureyri og úrslitin ráðin. Þeir senda boltan rólega á milli sín. Heiðar gefur að Guðlaug sem skorar örugglega. hálf mínúta eftir. Og hér strax að leik loknum en Guðmundur Marin að heyra í hljóði í leikmönnum og þjálfurinn liðana og verður fróðlegt að sjá hvað þau segja. Já. Heiðar missir boltan. Þetta er vel brotið, glæsilega gert. Og leiktíminn liðinn. Það er vantilega bara aukakast í lokin. Og ég efast að heilt taki aukakasti. Það er Víglundur Þórsson sem tekur lokakastið í leiknum. Og vantilega gefur hann bara laust á... Nei, hann skýtur. Leiknum lokið, ef við rennum örsnögt yfir markaskorarana þá var það Sigurður Torfi sem skoraði 4 mörk fyrir Stjörnuna. Sverrir Eyjólfsson 4, þeir voru markahæstir. Við rennum kannski yfir þetta bara eftir þegar fyrir leiknum byrjar. Við skulum bara skipta boltanum á Guðmund Marinó. Patrekur, þið sýndu hvað í ykkur býr síðasta korteri í fyrri hálfleik en síðari hálfleikurinn var skelfilegur. Já, ég var ánægður með fyrri hálfleikinn hvernig við komum til baka og ég er með ungt lið og þeir bara stóðu sér mjög vel. Það var virkilega gaman að sjá það og mikilvægt fyrir okkur að upplega þennan kafla á móti sterku liði Akureyrar að við getum þetta alveg en síðan sá maður náttúrulega í byrjun seinni hálfleik að ef við erum að gera mikið af mistökum þá er keyrt yfir okkur, svo þetta er mjög lærdómsríkt. Þeir sýndu mikið áræðni og það var mjög gaman að sjá til ykkar, skoruðu 6 síðustu mörkin í fyrri hálfleik en svo er það svo sjálfstæðst hverfi bara í hálfleik. Jú, ég menna það er eðlilegt að maður lítur á liðið bara sem ég er með, þetta er bara annar flokkur pluss Róland og einn sem var að spila hérna í dag og það er bara það sem að gera þetta skemmtilegt. Við erum með blátt lið sem þetta er uppaldið strákar og við höfum tekið þá stefnuna að vinna með okkar menn og það er bara virkilega gaman og það auðvitað tekur það tíma. Það er ekki tækt að ætlast til þess að hlutirnir gangi bara 1, 2 og 10. Þetta er strákar, Megnaheim var í öðrum flokk í fyrra og lenti í 8. sæti af 10 liðum. Svo það er greinlega eðlilega mikið stökk að fara í úrvalsdeildinni og tala nú ekki á móti þessu frábæra liði Akureyrar. Ja, mjög gott fyrir ykkur að fá þetta mót. Já, og ég meina ég má nú ekki gleyma því að Þórólfur Nílsen, hann er ekki með fyrir liði liðsins og Björn Friðriksson sem kemur aftur, stjörnumaður, búinn að taka svona skóna á nýju og síðan á ég vona að Ragnar Helgason fara nú aðeins að hægja á þessari vinnu sem hann er í og fara að mæta betur á æfingar. Hvað er hann að þvælast? Hann er bara eitthvað að vinna greið og mikið út á landi, duglegur strákur og frábært að hann skuli vilja vera með okkur Garðbæingunum í þessu. Mjög gott fyrir ykkur að fá örvænta mann í hornið, það vantaði svolítið í dag. Jú, Daniel Einarsson er líka maður sem hefur verið að spila mjög vel, ungur strákur. Hann er í útlöndum og síðan er alltaf frábært að fá Ragga, hann er hæfileikaríkur og
En það þarf að koma honum í stand, það er verkefni fyrir mig og stuttum tíma. En hvar var Vilhjálmur Halldórsson í dag? Ég ákvað bara að hvíla hann, það er búið að vera, við æfum náttúrulega, við erum búin að æfa mikið og það er búið að mæða mikið á honum í þessum æfingarleiki sem við höfum spilað. Ég ákvað bara að hvíla hann í dag og ég er mér langaði að sjá þessa ungu líka, eins og Fannar og Eyþór. Hann er sem sagt hvorki meiddur né veiði? Nei, hann er allavega fekk frí og hvort hann fór í veiðihelviti hann veit ég ekki, en nei, hann er nú alltaf eitthvað meiddur en það verður ekki ástæðan. Takk fyrir þetta. Blessaður. Blessaður. Þið þurftu að hafa aðeins fyrir þessu. Já, þetta var eiginlega bara skandall sko. Verðið að segja, hvernig mistum 5 mörk á 10 mínútum, þetta var ekki gott. Þú varst út af, sýnir þetta ekki bara það að þú verður að spila 60 mínútur í þessu liði? Nei, andskotinn hafið það. Þetta var bara, ég veit ekki hvað gerðist, bara menn held að það verið búið. En nei, ég ætla að vona að við rúlum eitthvað. Var þetta svona auðvelt að menn vannmátuðu bara hreinlega þegar það var langt liðað leiknum? Þetta var vannmötu eftir korter, það var 10-5, þá bara hættum við gjössalega. En síðan sýndum við smá karakter hérna í 20 mínútur og kláruðum þetta, setnuleik. Já, heil mikinn karakter. Já, það var fínt. Fínt lið, góð varnarleikur og góð markmenn. Ánægð með þá stöðu sem er á þínu liði á þessum tímapunkti? Já, við erum þetta að spila alveg rosalega vel síðust helgi móti FH. Við erum eitthvað aðeins og niðurlega aftur, ég ætla að vonum að eigum góða leik á morgun til að rífa okkur upp aftur á morgun. Já, þið getið flengt á því þriðja skiptið í röð, það verður ekki leiðileg. Nei, þeir eru nefnilega með alveg frábært lið. Þeir eru með, vil ég menna, bara 2 bestu skiptur landsins og rosalega breiðan hóp, eiginlega breiðasta hópinn. Þeir eru ekki trættu við það að þurfa að fara í eltingaleik á morgun, þeir spila mjög hratt á meðan þið kannski hægir svolítið á leiknum. Jú, ég skítrættur, ég bara þori varla að mæta. Jú, þetta verður fínt, það er alltaf gaman að hlaupa þessi spekir. Þú ert alveg tilbúin úr hlaupin? Já, ég haldi sér í formi. Þetta er bara gaman, þetta er skemmtustu leikinnir á móti FH held ég. Takk fyrir þetta. Já, ekki vandamál.